Kjarval var náttúrulega, hann svo present alveg bara frá því að maður man eftir sér. Hann bara eins og, þú veist, loftið sem maður andar að sér, sko, þú veist. Hann svo mikið present að ég get ekki greint hann frá mér eða öðrum eða myndlistinni sem ég hef gert eða, þú veist, hún bara búin að vera allan tíman við hliðina á okkur öllum, þú veist. Ja, sko, þjóðin var öll með þessum manni, sko. Kjarval hefur örugglega haft gildi fyrir okkur öll. Bara nálega við hann og orkan frá honum og hans verk. Ég held að það er svona eitthvað svona gott umvefjandi, já, bara svona sem kollegi. Já, svo maður náttúrulega, bara Kjarval hefur einhvern veginn alltaf verið þarna, bara eins og Esjan. Að þú veist, maður lærir hann í skóla og foreldrar maður svara með hann á Kjarvalstaði og bara Kjarval þarna. Hann einhvern veginn, ég man hann sko, hann snerti mig ekki beint þegar ég var lítill. Ég var, þú veist, ég var meiri Thorvaldsen maður, mér fannst þetta svolítið vúlgar. Já, Kjarval var svo mikið í fréttum alveg frá því að ég var barn og fram á fullorðinsár og þetta var listamaður númer 1. Þannig að ég held að hann hafi haft ofboðslega mikil áhrif á marga sem voru eitthvað að hugsa að verða listamenn. En svona þetta fyrsta myndin sem að færa Kjarval þetta stofumálverk. Þessi fallega mynd af landslagi upp á vegg hjá ömmu. En það ekki kannski fyrir en sko svolítið löngu eftir útskrift úr skóla hjá mér sem ég fyrir eitthvað svona skoðan. Og því ég kannski ólst upp við abstrakt málverki frekar. Það væri myndlistin. En svona síðan tekur Kjarval yfir og það er svolítið margt þarna sem heillandi, sko. Og ég man fyrst eftir Kjarval í eftirprentun, heima í stofu hjá ömmu og síðan auðvitað hann búinn að vera alltumlykjandi og umvefjandi í bara mínu myndlistanámi og bara í því að vera bara Íslendingur. Já, ég á náttúrulega sterkar minningar frá því að ég var barn, af því að mamma mín, hún gerði hreint í Landsbankanum í Austurstræti og ég fór svo oft með henni og lék mér þarna meðan hún var að vinna og horfði á stóru veggverkin hans, þessi flottu stóru veggverk. Ég held að Kjarval sé mjög mikilvægur, sé mikilvægur í íslensku myndlistarlífi því hann hafði svolítið þá sérstöðu að hann fór sínar eigin leiðir. Hann fór náttúrulega þarna, var í Danmörku og var í París og Ítalíu og Frakkland og Ítalíu og var fyrir áhrifum, en hann náði svo snemma að sko sveigja allt þessari undir sig. Hann náði að túlka all verkin hans svo sterk túlkun innanfrá. Hún í rauninni mjög persónuleg, hans túlkun. Og það, sko í gegnum tíman, þá stundum hefur hann þótt hallærislegur, stundum hann upphafinn. En ég held að allir geti virt þetta sjálfstæði hans. Bara held ég, verið meðvitaður Kjarval frá því að ég var bara pingu lítill, sko. Og alltaf að endur uppgötan. Ég alltaf jafnvel hissa á verkunum hans. Þegar ég sé þau aftur eftir einhverja mánuði, bara kemur alltaf óvart. Mér finnst það mjög merkilegt í rauninni. Sko mér finnst Kjarval vera svona eins og gamall frændi. Mér finnst það eins og hann hafi alltaf verið þarna, allt mitt líf. Og ég ekki með einhverja eina ákveðna minningu af því þegar ég fyrst upplifði hann, af því að hann einhvern veginn allt kring. Og mér finnst ég tengjast honum eins og allir listamenn tengjast í gegnum kraftin, í gegnum sköpunarkraftin. Og hann líka gjöf. Hann gjöf til mín, til annarra listamanna, til Íslendinga og
Hann er einhver mögnuð orka sem við þurfum á að halda og skiptir okkur öll máli. Já, og svo líka mannin sjálfan sem náttúrulega var stanslaust alltaf í fréttum og þótti svo sérstakur karakter. Já, hann var nú talið svona hálfgerð kynja að vera, sko. Hann var náttúrulega bara, sko, landið bara, hann var eiginlega svona landið sem aður, sko. Já, ég held að Kjarval hafi verið svona einfari því að þetta er svona dæmigert, það geta ekki talað og þá verður að tala líka við náttúruna, og sumir segja að álfarnir séu okkar hugar upp spuni. En hann var svona eins og hálfgerður landvættur þessi maður, þetta er svona, hann var svona eins og að væri af einhverjum tröllaættum eða huldufólksættum með eitthvað svoleiðis. Hann var alltaf svoleiðis, virkaði þannig á hann, sko. Ég hafði alltaf einhvern veginn hræðst Kjarval, þessa stóru veru fortíðinni, þessi upphafsmaður alls. Ég vildi ekki taka inn áhrifin. Það hafði oft verið sagt við mig að verkin mín líktust Kjarval og mér fannst það dálítið óþolandi. Ég held að það sé mjög eðlilegt fyrir hvern íslenskan listamann að vera upptekinn af Kjarval. Hann er hluti af manni, áður maður veit hver maður er. Við höfum öll heimsótt Kjarvalsstaði, við höfum öll séð verkin hans. Hann hefur talað til okkar og hvort sem okkur líkar betur eða verr, að þá er hann auðvitað hluti af tilveru manns sem listamanns í samtímanum. Því hann er hér, hann er vissulega hjá okkur og með okkur og skiptir okkur gríðarlega miklu máli. Áhrif hans kannski á mig beinlínis eru kannski ekki sérstaklega mikil. Ég fer ekki út í náttúruna eða horfi til náttúrunar með það fyrir augum að gera myndir af henni. En hef kannski valið Kjarval kannski svolítið svona sem táknmynd eða þetta íkon fyrir hinn mikla listamann í litlu landi. Og til þess að reyna að skilja hlutverk listamannsins, sjálfan mig í þessari menningu sem hefur borið mig, að þá þarf ég auðvitað að horfast í augu verk hans og þess vegna hefur hann orðið mér álitið yrkisefni í mínu verkum í gegnum tíðina. Sögum af Kjarvali, ég held að unga fólki í dag tali nú ekkert of mikið Kjarval. Þú veist að þetta er svo mikið svona sagnakúltúr hérna að það miklu meira verið að tala sögurnar af Kjarval heldur en verkin hans. Eitthvað, hvernig Kjarval labbaði inn í einhverja jarðaför og heldi, brennivíni yfir kistuna og labbaði svo aftur út eða, einhver rónavinur að skafa einhverjum öll verkin hans og hann sagði höfðingjertu þessu hefði nú ekki tímt. Eitthvað svona stöf sem bara svona situr í manni. Ég á mjög sterka minningu Kjarval, manninn Kjarval, því að bæði koma nú stundum heim og eins fór ég nokkrum sinnum með pabba á vinnustofuna til hans og ég hef verið svona 8-10 ára eitthvað svoleiðis. Og mér er mjög minnisstætt þessar heimsóknir og mér finnst það eins og ein sé langsterkust í minni mínu. Og það við fórum þarna inn til hans og hann var þessi stóri, hann var svo barngóður og hlýr. Og sagði eitthvað fallegt við mig og svo fóru þeir kallar, settust niður og spjölluðu og ég fór svona að ráfa þessa vinnustofu og það voru þessi stafli, þeim var raðað upp þessum málverkum, bara endalausar raðir af málverkum og maður svona fór á milli, svona ráfaði og ég varð fyrir svo sterkum áhrifum. Mér fannst þetta svo mikil ævintýraheimur þarna inni. Ég man þetta svo sterkt enn þann dag í dag og mér finnst, þetta var annars vegar var þetta svona ævintýraheimur og hins vegar var einhver depurð sem kannski kom að því að þarna var beddi með blárri sæng á og það var ekkert utan sængina. Einu sinni satt ég á Hótel Borg.
Ég var nú ekki vanur að setja það síðdegis, en ég var einn þarna í svona einhverju hliðarsal, þá með kaffi svona miðjan dag, það var kannski svona 1965 eða eitthvað svoleiðis. Þá kemur Kjarval þar inn, sest að borð svona skáhallt gegn mér og ég sé hver maðurinn og ég hef ekki neitt kontakt við hann. Svo kemur kaffi til hans í svona þungri málmkönnu og við horfum svona á hann. Ég sé bollinni hérna, ég sé hvernig hann tekur könnuna, hellir, bunan og svo þegar kannan var komin upp þá var bollin akkurat passlega fullur. Kannski finnst mér ég líka stundum tengjast honum því að ég var í sama skóla á hann í Kaupmannahöfn, í Konunglegu listaakademíunni og ef ég er að fara rétt með þá held ég meira að segja að ég hafi verið sko fyrsti íslenski listamaðurinn til þess að vera þar sem svona regular stúdent, fastur nemandi, svona mörgum árum eftir að hann var þarna. Ég er svona svolítið upptekinn af þessari hugmyndum að maður sé ekkert rosalega orginal, sko, styrkurinn minn hefur aldrei verið í því að finna neitt upp, sko. Ég hef alveg frá því ég var 3-4 ára þá hef ég alltaf einhvern veginn verið að herma eftir öðrum og ég byrjaði því ég var 2-3 ára að sitja með blað við hliðina á frænda mínum sem var að teikna og var rosalega flinkur 3 árum eldri en ég og ég hermdi eftir honum. Og einu sinni þá kom hann með mynd sem var svona hreiður með einhverju svona dúfu og eggjum í hreiðrinu og ég var eitthvað svona að reyna að teikna eins og hann og hermdi eftir honum og eitthvað. Svo sá ég mörgum árum seinna að myndir hans, þá hafði hann verið að herma eftir mynd af dúfu í hreiðri með eggjum sem eftir Kjarval og var endurprentun í húsinu upp í sveita sem hann átti heima. Pabbi sagði mér, hann vann í Rammagerinn í Hafnarstræti í gamla daga við einramma myndir og selja og svona áður hann hóf sinn eigin rekstur. Og þá kom þar frægur, nokkuð þekktur íslenskur svona falsari eða sniðugustrákur með málverk eftir Ásgrím Jónsson og Kjarval. Til þess að biðja þá að selja þetta fyrir sig. Þeir voru nú ekki alveg klárir á þessu, þannig að eigandinn, hann kallaði í það á Ásgrím. Ásgrímur kom og skoðaði sína mynd og hristi hausinn bara og sagði þetta væri vonlaust og það er að kæra þetta bara lögregluna. Já, þetta var falsað. Svo kom Kjarval, hann skoðaði verkið og sagði þetta væri bara. Hann gæti aldrei mála svona fallegt verk, sko. Þetta væri langt fyrir ofan hans getu, sko. Og var ekkert að tala um lögreglu eða neitt, sko. Rósaði bara manninn. Þetta voru alltaf hvort ekki falsanir eftir þennan gæja, sko. Já. Hvert liggur leiðin héðan? Með hreina sál og stolta í fögru hreiðri, milli hæða og holta er hamingjan höfð í heiðri. Forvitnin rak okkur frá sælu reit, leitandi nýrra vídda, furðuverkin augað leit í landinu perlum skrýta. Klettar háir og bláir, líkamar smáir og knáir, himinin öskureiður, þetta er feigðar hreiður. Aldrei rökræða við náttúruna. Undarleg skilaboð berast, tæknin flytur fregn, þeir í leikinn skerast, ekkert er þeim megn. Fegurð á hverfanda hveli, hugrekkið tekur völd, þó að eitt hjarta héli verður aldrei öll veröldin köld. Í mjúkum drauma heimi höfum við fengið skjól, við vonum að vel þig dreymi á fanghvítum dúnkjól. Ég er að mála landslagsmálverk í bæði stóru og smáu, en það eru svona náttúruferlar
náttúru, fyrirbæri, bara allt sem að bara verður á vegi mínum. Já, væri ég spurð tengsl mín við listamanninn Kjarval, þá get ég fyrst sagt að, eða ég get klárlega sagt það að bæði að ég finni einhverja samsömun með honum að því leytum til að bæði höfum við hrifist af íslensku landslagi og nota það og tjá það í okkar myndlist þó að mjög ólíkan hátt sé og ég ætla ekki að fara að líkja mig við Kjarval en ég veit að með því að í áratugum saman hefur maður verið að stúdera form í landslaginu, litbrigði, birtubrigðin og svona aftur og aftur sömu þættina á ólíkum árstíðum og þá hefur, og maður sér náttúrulega að þetta það sem Kjarval gerði aftur og nú sem fullorðin manneskja sé ég að maður náttúrulega á þess að hafa hugmynd það, að feta í þessi sömu fótspor. Þetta getur í rauninni verið hvaða fjall sem á Vestfjörðum. Ég sé það svolítið þannig að þetta ekki eitt ákveðið fjall, heldur þessi frekar tilfinning sem ég hef fyrir fjöllunum þar, hvernig þau líta út. Og ég sem sagt, myndin tekin þannig að ég tek frá fjallstoppinn, sker af fjallinu og kannski erfitt fyrir fólk að þekkja það aftur, nema svona þá sem að þekkja mjög vel til. Ég þá að búa til svona hliðstæðu við náttúruna. Á meðan hann með svona þrásagnir, svona fallegu landslagi, þó að sé líka forgrunnur, þar sem við sjáum alveg ofan í svörð og allt það, þá hann miklu meira með svona staði og frásagnir. En ég meira með svona einstakar og afmörkaða sko parta af náttúrunni. Hraunið, mosann, fjöll, jafnvel og bara allt sem mér langar að gera. Sko ég ákvað að gera þessi málverk að vetri til, af því að það bara einhver svona stemming við, það er allt svo gaman að segja þetta, en plein air, að mála út í náttúrunni að vetri til, hún svo ekstrím. Og líka þetta frekar lítið þetta í íslenskri landslagshefð, að mála úti að vetri til. Þetta Kjarval kannski ekki mikið við því, því að náttúrulega voru ekki til kraftgalar á hans tíma. Ég fór markvisst að vinna með svona mínar æskuminningar og fór tilbaka til Ísafjarðar og í firðina þarna í kring og svona leitað hlutum þar sem ég myndi eftir minni æsku. En það var eins og staðurinn sem ég myndi eftir, hann væri ekki til lengur. En samt voru þetta sömu staðirnir, en það var eitthvað breytt. Þannig ég fékk svona eitthvað tilfinningu fyrir því að þetta væri bara annar staður sem væri kannski jafnvel einhver staður í framtíðinni frekar en í fortíðinni. Maður getur næstum sagt maður nær uppsprettunni. Það alltaf, maður horfir á daginn vakna og daginn sofna og öll þessi litbrigði og ólíku form í náttúrunni og hvernig fjallseggin skerst við himininn og þetta verður allt svo skýrt. Ég fann út hvað mesta skammdegið miðað við meginland Íslands, Melrakkasléttu, og mesta skammdegið 21 klukkutími og 45 mínútur nóttin. Ég tek kannski mjög svipaðar myndir en það alltaf eitthvað svona nýtt sem ég sé og svo líka bara það ekki
tíminn hefur líka svolítið mikið að segja í þessu. Þó ég hafi tekið svipað fyrir 10 árum og núna, þá er ég önnur manneskja og ég horfi öðruvísi á það. Og ég les annað úr því og vil gera annað úr því. Þannig ég þarf alltaf að vera svona taka og skoða og já, ég bara horfi mikið niður í svörðin sko. Langaði að hafa þetta seríu af eldhrauni í snjó. Af því að þetta líka bara þessi kyrrð sem kemur yfir þetta ofbeldisfulla hraun sem eldhraun er. Af því að svo líka er mjög mikið í þessum málverkum er að mér finnst eldhraun svo heillandi því að þetta er sko, þetta er einhvern veginn hraun, þetta er bara náttúrufyrirbæri sem að gerist, sem að kom bara spjó upp úr jörðinni 1783-84 og er sko mikið sko, þetta náttúrufyrirbæri bjó svo mikið til nútíman. Það bara mengunin frá laka og eldhrauni og allir bara sko hungursneyð milljónir manna dóu út allan heim. Og þetta er svona, það varð uppskýrubrestur í Frakklandi, pólitískur órói sem leiddi síðan að þessi frönsku byltinguna. Þannig að mér finnst alltaf svo heillandi að þetta er bara hraun þarna á Suðurlandi sem breytti heiminum. Og líka svo elska ég rókókó, mér finnst þetta svo gaman að sé rókókó hraun. Okkar kannski tenging við hraunið er til dæmis Gálgahraun, þar sem ég fór oft því ég var krakki og ég vissi reyndar ekkert á honum náttúrulega fyrir löngu seinna. Þannig að ég svona, já mér finnst það að vera sterkasti tengingin. Það er hraunið og svo mósin líka. Þú veist, þetta er frá 1783, þá er þetta faktisk rókókó. Þó þetta, þú veist, já. Nei, ég líti alltaf á þetta hraun sem rókókóhraun, það er kannski, það er eitthvað svona tenging, sko. Ég er mikill. Mér finnst þetta tímabil þannig undir lok 18. aldar svo heillandi þegar nútíminn er að vera til og svona kemur aftur og aftur í það einhvern veginn á alls konar hátt, þú veist, hvort sem það er eitthvað að vinna með Mozart eða eldhraun. Vinnustofurnar mínar hef ég kallað hraunið við Heklu og við Kötlu því að þar var ég að ná mér í efni og sat út í hrauninu og sit þarna út í hrauninu þegar ég er að ná mér í efnið og það er kannski hægt að bera þetta saman við Kjarval en hann málaði en ég vinn með sjálft efnið. Sko, leið er þetta náttúrulega ferðalag langt í burtu. Þetta er líka ferðalag bara inn á við, bara nær. Þetta er ferðalag ekki langt í burtu heldur nær eða bæði á sama tíma og ég hef alltaf tengt sérstaklega við sko hvernig Kjarvals hefur svona einfald eða stílfært hraun til dæmis og svona teiknar upp svona kristalsmunstur kristalla og mér finnst að vera að mála einhverjar svona eins og ég að mála frumeindir náttúrunnar þannig að þetta er svona fyrir handan landslagið einhver svona alheimsveruleiki sem að ég tengi mjög sterkt við, sko. Hvort sem það er í gegnum landslagsverk eða önnur verk. Við erum ekki komið frá einfrumungum. Það er ekkert sem getur verið á þessari plánetu sem ekki hefur einhvern tíma farið í gegnum hliðið sem heitir hraun. Allt sem var á þessari plánetu var einu sinni bara glóandi hraun. Svo þornaði það, storknaði, breytist í kristalla og mineral, sjórinn var til, þar blönduðust hlutir, úr því urðu til flóknari fyrirbæri sem að síðan urðu einhvern tímann einfrumungar, en sú saga er ekki með í sögunu lífið. Við erum komin af hrauni. Hvert liggur leiðin héðan? Með hreina sál og stolta í fögru hreiðri. Milli hæða og holta er hamingjan höfð í heiðri. Forvitnin rak okkur frá sælu reit, leitandi nýrra vídda, furðuverkin augað leit í landinu perlum skrýta. Klettar háir og bláir, líkamar smáir og knáir, himinin ösku reiður, þetta er feigðar hreiður.
aldrei rökræða við náttúruna. Undarleg skilaboð berast, tæknin flytur fregn, þeir í leikinn skerast, ekkert þeim megn. Fegurð á hverfanda hveli, hugrekkið tekur völd, þó að eitt hjarta héli verður aldrei öll veröldin köld. Í mjúkum draumaheimi höfum við fengið skjól, við vonum að vel þig dreymi á fannhvítum dúnkjól. Það var þannig að þegar ég var í Frakklandi að læra, þá áttum við að skila lokaritgerð einhvern tímann, einhvers staðar á tímabilinu. Og ég ákvaði að skrifa Kjarval og las, þá var nú ekkert net sko, en maður las það sem maður mögulega náði í hann. Og einhvern veginn þurfti ég að snúa upp á þetta, eða ég upplifði svo sterkt að Kjarval, eftir að konan hans og börnin fóru, því að það var ekki hægt að lifa, hann gat ekki framfleytt fjölskyldu og myndlist hér á Íslandi og þau hurfu til Danmerkur. Mér finnst svona með því aðeins að ýta við ímyndunaraflinu að hann hafi bara gengið á vit álfa og huldufólks. Þar fann hann sig og hann leyfði sér þessa sérvi, sko, hann leyfði sér að fara inn í þennan heim. Ég að horfa sko, þetta þannig að það ekki, þú veist, að það við sem að ímynda okkur, þetta lítur út alveg eins og kall eða eitthvað þannig. Þetta vera. Hraunið vera sem að hugsanlega hugsar á einhvern allt annan hátt heldur en við. Ég kannski höfða fantasíuna mest til mín af því að ég hef áhuga á svona að sjá einhvað fyrir utan verkið, einhverja sögu sem að leynist í verkinu og svo eitthvað annað sem að svona, þetta vekur upp einhverja spurningar og svona ósvaraðar spurningar sem að getur svona sjálfur þá lagt eitthvað til málana. Þú veist, verkið segir ekki allt. Þá var til þessi mynd sem núna á þessari sýningu. Það sem að ég að nota verkið Blómaandlit sem teikning eftir Kjarval og setja hana inn í mitt verk. Í þessu verki, Hvert liggur leiðin héðan, þá erum við allar í svona mjúkum sængum. Við erum að fara út í eitthvað hættulegt og eitthvað sem maður ræður ekki við, því það aldrei hægt að rökræða við náttúruna. Og við erum svona ungar manneskjur að fara út í heim sem við þekkjum ekki en erum forvitnar. Og við vitum að það getur verið hætta á ferðum. Og ég bætti þessu frumrisi inn í málverki mitt og þá einhvern veginn fannst mér á einhvern dularfullan hátt. Ég vera eiginlega komin inn í haus Kjarvals, inn í hans sýn, inn í hans hugsanagang. Og þegar maður horfir núna á málverkið, þá finnst maður vera eiginlega inn í málverkinu, inn í höfði Kjarvals og horfa út úr málverkinu, út í náttúruna, út í blómahafið og landslagið. Og ég hef alltaf hyllast að þessu þegar búa til málverk, stemmingunni kringu það. Og í rauninni kannski, þú veist, ég held að bara byrja, þú veist, ég mér bara strax í bara listaháskólanum í svona málarakúrsum að fara, þú veist, að því maður var ekki endilega góður málari, þá allavega svona bara sækja með þessu upp í feelingin. Sem var einhver abstrakt kúrs, þá bara, þú veist, var ég bara með sígarettu að, þú veist, gera abstrakt bara. Svona eins og maður væri einhver 50-skall. Og þú veist, og síðan hefur það verið mikið í verkum mínum þessi svona málara performance. Og það má kannski segja að Kjarval sé líka einn af fyrstu gjörningalistamenunum. Maður lesa alls konar sögur á honum þar sem hann með alls kyns teikturur og húllumhæ sem auðvelt að kenna við svona einhvers slags performance. Sko verkið Prelude varð í rauninni til þegar mér var boðið að dvelja í íbúð í Vínarborg og þegar ég kom þangað var íbúðin galtóm og ég tók ákvörðun að halda henni tómri og vinna bara með rými eða beint út frá rýminu í þessar 3-4 vikur sem ég var þarna.
og rauninni kveikjan að þessu verki hljóð, brakið í gólfinu og sem leiðir til þess vegna að það sem við sjáum þarna maður sem að bjástra við að skynja hljóð í rýminu gegnum, með þunganum sínum. Ég hugsa eiginlega myndlistina í heild þannig að þetta eiginlega bara verkstæði sem að maður vinnur á í 30-40 ár. Og það voru einhverjir aðrir á undan sem að koma inn á þetta verkstæði, unnu inn á þessu verkstæði og fóru svo koma aðrir og unnu áfram inn á verkstæðin en alltaf sama verkstæðið. Já, ég notaði þessa ljósmynd af himingeimnum til þess að örva mitt eigið ímyndunarafl og ég rakst á frasa eftir Albert Einstein sem segir vísindin eru takmörkuð ímyndunarafli kemst lengra. Það á svolítið við þarna með þessa ljósmynd að ég fer lengra en vísindin eða kannski listin, það má segja það með listina, hún gerir það. Þegar ég horfi á hugsa okkar verk, hvert liggur leiðin hérna í dag, að þá upplifi ég kannski þessa skólastúlku sem að fór til Kaupmannahafnar, sem fór út í óvissuna, sem fór þangað í forvitni meiri list og meiri sköpun og hendi mér fram af bjarginu. Þó það var ekki langt að fara, það var kannski ekki langt að fara til Kaupmannahafnar, en það forvitnin og bara hvötin til að gera myndlist samt líka eins og að henda sér fram af bjargi. Þú ert að fara út í óvissuna og það kannski ekkert sem grípur þig. En kannski það myndlistin sjálf sem björgunin í því tilfelli. Og og maður með svona sinn innri dúnkjól í þessu ferðalagi. Það alltaf eitthvað sem grípur mann, hjálpar manni og kannski samvinnan í þessu tilfelli, okkar gjörningaklúbbsins. Að vinna saman eins og að vera svona saman í þessum hvíta dúnkjól. En þú veist aldrei hvert þú ert að fara, hvert leiðin liggur á endanum. Kannski eina sem þú veist það að þú rökræðir ekki við neitt. Já, þetta náttúrulega einmannlegt starf að vera listamaður. Þú vinnur yfirleitt. Listamenn vinna einir en leið það mjög gjöfult og mjög fullnægjandi á margan hátt að geta verið að fást við eitthvað sem hrífur þig, eitthvað sem hefur áhrif á þig. Ekki endilega, ég ekki að segja að það þurfi að vera jákvætt, endilega eitthvað voðalega gott, en eitthvað sem hefur snert þig, að geta haft það að ævistarf að vinna úr því. Það náttúrulega, maður heppinn að lenda í því. Það eins og Kjarval sé á öxlinum manni. Það lifna við svona samtal við söguna sem að auðvitað mjög mikilvægt og heldur manni að vissu leyti gangandi. Og þannig auðvitað Kjarval lifandi fyrir mig vegna þess að hann birtist á þessum verdaða vinnustað sem að vinnustofan Ég fer að hugsa Kjarval, það sem alltaf heillast, ég hef alltaf heillast þetta svona hispursleysi og hversu spontant hann virðist að verið í vinnslunni en á sama tíma eitthvað svona dýpt og þungi í ferlinu sem að finnur fyrir í þessum endalausu lögum af merkingu í verkunum hans. Kannski ef ég fer svona að hugsa hann út frá samtímanum og miðlinum, þess að ég vinna aðalega með vídeo og þá hann kannski listamaður úr listasögunni sem ég myndi halda að væri að vinna með vídeomiðlun. Ég var komin svo langt, ég var búinn að slíta öll tengsl við jörðina fyrir löngu síðan og ég var bókstaflega út í móa, fannst mér með þetta. En á sama tíma fannst mér ég hafa lent einhvern veginn aftur á jörðinni
og mér fannst ég bara vera komin upp í sveit, austur í Þingvallasveit, í móan í kringum bústaðinn. Og og ég skynjaði þessa mynd sem að hafði hlaðist upp yfir langan tíma, sem að bara voru einhver form. Allt í einu sá ég hana sem bara svona fótórealíska ljósmynd af móanum. Það var svolítið einkennileg tilfinning og merkileg fannst mér. Og þá var náttúrulega tengingin við Kjarval mjög augljós. Mosinn, svörðurinn, tala ekki þetta var á Þingvöllum. Svona, það sem ég fer að hugsa er kannski ekki þessi málverk sem við þekkjum einna helst, sem þessi sófamálverk sem við þekkjum mjög á og afa. Heldur þetta kannski frekar þessi verk, við talaðum kritík, þar sem hann að vinna með svo rosalega marga leyra, að maður fyrir svona veltaði fyrir sig sko að vídeómiðlinn býður upp á svo mikla möguleika með að útvíkka þennan heim. Maður skynjar svo mikinn tíma í þessum verkunum hans, línunar og leirnar og teikningin. Það verður að taka þetta í svo margar áttir. Ég var komin á stað út í geimnum þar sem var listaverk fæðast. Ég gæti bara svona týnt þau og stækkað upp. Svona listin, hún flókin og dásamlega. Á 50. afmæli Kjarvals þá skrifar Laxness grein í sýningarskrá eða bók sem var gefin út af því tilefni, þar sem hann spyr gríðarlega merkilegar spurningar sem hljómar eitthvað á þá leið. Hvert var það undur sem vakti ungan svein á afskekktu landshorni til þess að fara að mála myndir? Og svar okkar við þeirri spurningu gjarnan fegurð landsins, að fegurð landsins hafi ekki geta gert annað en beðið eftir þessum meistara til þess að koma og mála myndir af sér. En sjálfur svarar Kjarval þessari spurningu mjög skemmtilega á öðrum stað, þar sem hann fjallar einmitt það að það sem hafi kveikt í honum áhugann á að fara að búa til myndir hafi verið litríkar myndir utan á Nýja-Suðurvarningi. Augað hans semst ekki saklaust, heldur hugur hans uppfullur af myndum áður en hann tekst á við þetta mikla verkefni. Og það náttúrulega eins með okkur listamenn í samtímanum að við erum auðvitað ekki bara með hugan fullan af myndum Kjarvals, heldur líka náttúrulega orðræðinni Kjarval, hlutverk hans og mikilvægi hans fyrir íslenska menningu. Og allt þetta kannski safnast saman einhvern veginn í stóran graut í höfð okkar sem að snertir náttúrulega líka auðvitað minningu hans, hvernig við varðveitum hana, hvert hlutverk safnsins sem að ber uppi merki hans og geymir þennan mikla arf sem hann skildi eftir handa okkur. Og hvernig sá arfur framreiddur fyrir yngri kynslóðir og þessa hættu sem að býr þar einhvern veginn svona samtvinnuð í því að kynna og opna þá veröld fyrir nýjum kynslóðum